2. I'm just like, here we go. Here we go. God, you have such a sense of humor. I love it. So, anyway, and he was like telling other people on the floor, to like, yeah, you guys should go check out that Bible study. It was interesting. I'm like, we just seriously have a gay atheist Icelander recruiting for our Bible study. Who's this? Hafnavik. Really? Yeah, he was telling Mufat. Did you meet Mufat? The Pakistani guy? He was telling him, like, yeah, you need to go check out this Bible study. It was really interesting. Oh yeah, Pakistan. No, he's Pakistani. How can you not tell? I'm just kidding. Like, you should be able to look at me and go, he's clearly from Portland. Okay. No, we look at you and we clearly see that you're from Kababa. All right. That was a low blow. All right. Just you wait and see what madness happens behind the drum kit today. You'll think everything's going well, and then something, and you'll be like, doesn't matter. Kopaba goes. What people do from Kababa. Sorry, it's my culture. Alright, herru, velkomin að samkomi. Mér langa að gera svolítið öðruvísi í byrjun samkominnar þar sem að ég er búinn að hugsa í rauninni lofgjörð og þetta orð lofgjörð er eitthvað skrítið orð fyrir okkur kristnum eða orðið kannski skrítið orð núna kannski á seinustu öldinni eða svo, þú veist, lofgjörð er orðið eitthvað sem við horfum á sem gerist núna á milli 1 og hálf 3 á sunnudögum og svona og ég er búinn að dvelja rosalega mikið á því hvað ritningin segir lofgjörð. Sérstaklega út að ég veit að hérna áður fyrir þá trú mín eiginlega bara byggð á gæsahúð og að upplifa eitthvað sterkt á samkomum og annað eins og margir og það sem gerðist fyrir mig er að ég byrjaði að breytast. Þegar við byrjuðum þessa kirkju þá ákvað ég bara að fara akkurat í öfugt við þá átt sem ég var í, sem var einu svona, þú veist, ég var alveg algjörlega drifinn af tilfinningum þegar kom að trúnni minni og trúði ekki einu svona rétt. Og þannig að ég vorð svona rosalega þurr og ætlaði bara reikningarnar er að fara að vera predikar og ekkert, það er engar tilfinningar eða expressions eða eitthvað svoleiðis, heldur er það bara það að við ætlum að lesa Biblíuna og við ætlum að syngja hana og eitthvað svona. Og það eitt sem byrjaði að sannfæra mig kannski að ég var rangur í þessu eins og kemur fram stundum eins og einhver hefur sagt, þú veist, ertu glaður? Og ef svarið er já, þá viltu endilega láta andlitið þitt vita að þú sér glaður. Hafið hitt svona mannesku sem segist vera glöð en samt sérsta engan veginn á hvernig þau lifa eða hvernig þau bera sig eins og þau séu bara alltaf fúl yfir höfuð og svona, ok, þú segist vera glaður en einhvern veginn trúið þér ekki. Og það sem ég er búinn að hugsa í vikunni er þessi vers sem er að tala að bregðast við eðli og verki Guðs og hvernig Biblían talar lofgjörð og þá sérstaklega er ég að tala þessa lofgjörð sem við erum að tala varðandi tónlist og annað eins. Þannig að mér langar að lesa nokkuð vers sem ég er bara búinn að dvelja á í vikunni og reyna að spyrja mig þessa spurningu, Guð, sést, ef einhver myndi taka upp myndband af mér og mjúta hljóðið þannig að það heyrðist ekki hvað er í gangi, myndi sjást að ég var að syngja það sem ég er að syngja hversu magnaður Guð er, hversu stór hann er, hvað hann hefur gert og annað eins. Og mér langar að lesa þessi vers sem ég er búinn að dvelja á, 2. Mósebók 12:27. Það segir hérna, þá skuli þið svara þetta er páskafór drottins sem gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna í Egyptalandi. Þá er hann laust Egypta en hlífði vorum húsum. Þá fjall lýðurinn fram og tilbað. Jóbsbók 1:20. Þá stóð Jób upp og reif skikkju sína og skar af sér hárið og féll til jarðar og tilbað. Ég kom með skæri ef einhver vill taka svona tilbeiðslu hérna í honinu. Ég er að grínast við. Sálmur 33:1. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni, hreinlyndum hæfir lofsöngur. Sálmur 47:2. Klappi saman lófum allar þjóðir, fagnið yfir Guði með gleði ópi.
Sálmur 95:6. Komið föllum fram og krjúpum niður, beygjum kné vor fyrir drottni skapara vorum. Sálmur 134:2. Fornið höndum til helgidómsins og lofið drottin. Efesusbréf 5:19-20. Og ávarpið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum, syngið og leikið fyrir drottin í hjörtum yðar og þakki jafnan Guði föður fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesú Krist. Sálmur 149:3. Þeir skulu lofa nafn hans með gleðidansi, leika fyrir honum á bumbur og gýjur. Sálmur 22:23. Þér sem óttist drottin, lofið hann, tignið hann allir niðjar Jakob, styrkið hann allir niðjar Ísraels. Og ég er búin að dvelja á því, bara svona, þegar við syngjum verk Guðs, þegar við syngjum eðli Guðs, þá langar mig að fólk sjáu það, ekki bara á sunnudögum þegar við erum að syngja saman, heldur líka á öllu mínu lífi, að ég hef eitthvað von, ég hef eitthvað gleði sem fer fram yfir allar aðstæður, hversu góðar eða slæmar sem þær eru, heldur þessi gleði byggð á Guði sjálfum. Og mér langar að sjáast á lífi mínu, að líf mitt sé öðruvísi út af því að Guð hefur frelsað. Þannig að við skulum biðja heilaga Faðir, við þökkum fyrir að við fáum að koma saman og við fáum að syngja þér lof. Ég biðjum að þú snertir við hjörtum okkar, ég biðjum að þú byggir okkur upp í hug okkar, ég biðjum að þú styrkir hendur okkar til þess að gera þitt verk hér á Íslandi. Ég biðjum að þú hjálpir okkur með visku að fara fram og læra að gera lærisveina betur og horfa í kringum okkur og sjá hverjir það eru sem eru í kringum okkur sem við getum verið að gera lærisveina úr, hverjir það eru sem að þekki þig ekki enn sem við getum verið að benda á þig, drottin. Ég biðja það með lífum okkar, í lofsöng okkar og í lífum okkar öllum, drottin, megið að sjást að við eigum von sem fer umfram allar aðstæður, góðar eða slæmar. Megum við vera fólk sem fer fram með eilífri von, vitandi að þú hefur gert okkur sem vorum óvinni þínir á börnum þínum, að þú hefur leyft okkur að upplifa náð þína, að þú hefur leyft okkur að upplifa þína miskunn og megum við fara fram vitandi það að við vitum hvernig sagan endar. Við vitum hver hefur sigrað, ekki hver mun sigra. Og megum við lifa samkvæmt því með eilífa von í huga þegar við förum í okkar daglega umhverfi, skóla okkar og vinnu og annað eins, drottin. Megum við lofa þig vel með öllu okkar lífi. Ég biðji drottin að umturna okkur hér í dag og þegar við syngjum sannleik ritningarna í söng, þegar við dveljum á ritningunum í predikuninni, þegar við sjáum ritningarnar í brauðsbrotningunni, megum við umturnast og megum við dásta því sem að þú hefur gert í Jesú heila nafni. Amen. Þannig að við skulum standa og við skulum syngja saman.
biðja fyrir í vikunni hvað mér langar að segja hérna á meðan við tökum fórnin okkar og mér langar að deila með ykkur þessu versi sem ég var aðeins að dvelja á sem fjallar í rauninni þessa pælingu að allt það sem við eigum að gefa með það í huga að allt sem við gefum var fyrst okkur gefið og minnst það bara mögnuð vers það sem þau eru að tala gjafmildi Guðs gagnvart okkur. Þannig að 1. Krónikubók 29. kafli vers 13-18 þá segir og nú Guð vor við lofum þig og tegnum þitt dýrlega nafn. Því að hvað er ég og hvað er líður minn að við skulum vera að færa fórnir vera færir að gefa svo mikið sjálfurlífilega. Nei, frá þér er allt og af þínu höfum við fært þér gjöf. Því að við erum aðkomandi og útlendingar fyrir þér, eins og allur feður vorir. Sem skuggi eru dagar vorir á jörðinni og engin er vonin. Drottinn Guð vor, öll þessi auðæfi við höfum dregið að til þess að reisa þér þínu heilaga nafni hús. Frá þér eru þau og allt er það þitt. Og ég veit, Guð minn, að þú rannsakar hjartað og hefur þóknun á hreinskilni. Ég hef með hreinum hug og sjálfviljuga gefið allt þetta og ég hef með gleði hort á hversu líður þinn sem hér færir þér sjálfvilja gjafir. Drottinn Guð feðra vora, Abrahams, Ísaks og Jakobs, varveit þú slíka hugrenningar í hjarta líðs þíns að eilífu og bein hjörtum þeirra til þín. Þannig að mig langar að minna okkur á að hvort sem við erum að gefa þegar við komum saman sem kirkja eða hvort sem við erum í okkar daglega lífi að gefa af tíma okkar eða fjármunum til að hjálpa fólki í kringum okkur að muna að allt það sem við höfum að gefa út af því að Guð gaf til að byrja með. Það er ekkert sem við getum aldrei gefið meira gefið meira en Guð því að allt það sem við gefum Guði frá honum til að byrja með. Og þannig að mér langar að biðja fyrir því að þetta sé eitthvað sem skilgreinir okkur bæði sem bara kirkju og sem einstaklinga og líka, skulum bara biðja fyrir því heilaga Faðir, ég vil þakka þér fyrir bara alla þá hluti sem við horfum á sem sjálf bara gefna að við njótum af þínum gjöfum á hverjum einasta degi á þess að fatta það, á þess að lofa þig fyrir það. Ég bið Drottinn að gefa okkur meiri gleði sem fólk í þessari viku þegar við byrjum að dvelja á því allt það sem þú hefur gefið okkur. Það börn sem þú hefur gefið okkur. Það ábyrgðir sem þú hefur gefið okkur. Eiginleika til þess að geta tekið þeim ábyrgðum sem þú hefur gefið okkur. Að við höfum líkama sem við getum notað því til dýrðar. Ég bið Drottinn að hjálpa okkur að vera þakklátt fólk. Að vera fólk með gleði því að við vitum hvernig sagan endar. Við vitum hvað þú hefur gert. Við vitum hvað það merkir þegar við horfum á blóðugan kross að fyrir mörgum þá lítið út fyrir að vera ósigur en við vitum hvað krossin merkir upp á. Að þú hefur endurleyst þinn líf. Þú hefur gert okkur að þínum börnum. Drottinn megum við sem börn þín gleðjast yfir öllum þeim góðu gjöfum sem þú hefur gefið, jafnvel í erfiðleikum. Þegar þú blessar, megum við gleðjast því að þú hefur blessað og við áttum okkur á og blessunin frá þér komin. Þegar við missum, megum við átt okkur á því að þegar við særumst við það að missa eitthvað sem þú hefur blessað okkur með, megum við vera blessuð við það að muna að ástæðan fyrir því að það sárt að missa þetta út af því að þú gafst okkur góða blessun til að byrja með. Megi þetta einkenna okkur. Drottinn, megum við sem kirkja sjá vel þær gjafir sem koma hér inn. Megum við með okkar sjálfvilja að leitast eftir að gera þitt nafn dýrlegt hér á Íslandi. Við þökkum þér fyrir hvað við fáum að gera og við biðjum að þú blessir þá sem gefa og þá sem geta ekki gefið. Í Jesú nafni. Amen. Þannig ég ætla að láta þetta ganga, þannig endilega bara á meðan lagið stendur. Svo það pósinn sem hérna til hliðar. Og það eru upplýsingar hliðin á pósanum hvernig á að gefa þar. Mikael, þú kannski lætur þetta.
time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Amen. Herru, áður en við dembum okkur í predikunina þá langar mig að við byggjum fyrir Clint og Jennifer, ekki Bobby og Brittany. Ég glemdi að breyta nöfnunum, þannig að við ætlum að biðja fyrir Clint og Jennifer. Ég spurði þau hvernig við getum biðið fyrir þeim og hann baði hérna hann öldungur í kirkju Pillar Church of Dumfries, en hann hefur tekið sér smá tíma til þess að fara yfir í Pillar Church of DC sem hittist í miðbænum í DC, og þar hann að reyna að endurlífga þessa kirkju sem var svona að deyja út. Ég spurði hvernig við getum beðið fyrir þeim og hann sagði Pillar kirkjan í DC var að byrja aftur í dag. Áttum æðislega samkomu, 85 manns sem mættu á svæðið. Við erum að biðja fyrir því að Guð veiti okkur visku fyrir komandi skref í okkar ferðalagi. Endilega biðja fyrir krökkunum okkar líka, og ég er að biðja fyrir því að Guð noti þau sér til dýrðar í þessum heimi. Þannig að mér langar að biðja fyrir Clint og Jennifer og Pillar DC kirkjunni. Sérstaklega að hugsa til þess bara allt sem er búið að vera að gerast í DC undanfarið. Það er bara búið að vera svona mikið kaos allavega þegar horfir á fréttina og svona, að biðja fyrir því að Guð samli sig saman að samfélagi trúaðara sem er ljós í erfiðum kringumstæðum. Þannig að mér langar að biðja fyrir því, og líka bara eins og við vorum að syngja þessi bæn í rauninni í þessu lagi, að Guð megi byggja okkur upp fyrir orð sitt sem að smegi sér inn í sál okkar, og það sem engin maður kemst, þar kemst Guðs andi. Þannig að mér langar að biðja, heilaga Faðir, við þökkum fyrir Clint og Jennifer, við þökkum fyrir bara hversu góði vinir þeir hafa verið fyrir okkar fjölskyldu, fyrir okkar kirkju, fyrir hjarta þeirra fyrir Íslandi og fyrir verkið þeirra úti í DC, og ég biði Drottinn að þú varveiti kirkjuna úti í Pillar DC. Ég biði að það veri ljós í því umhverfi sem það er, og þessir 85 sem eru búin að vera að mæta Drottinn eins og maður hefur oft séð og upplifað, er að það mæta margir á fyrstu samkomuna en svo dvínar það smá út og þá sérðu hverjir eru eftir. Ég bið Drottinn að margir megi vera eftir og vilja taka þátt í því að skapa samfélag í miðbænum í DC til þess að vera ljós inn í það samfélag og inn í erfiðar aðstæður sem eru núna, Drottinn. Ég bið að þú verði með Clint og Jennifer. Mér langar að leggja krakkana þeirra í þínar hendur, að þú leiðir þau til trúar og þú notir þau þér til dýrðar, og mér langar að leggja okkur í þínar hendur. Þegar við dveljum á þínu orði, megum við taka orð þín alvarlega. Drottinn, megum við ekki vera svo fariseanir sem að horfa á orð þín og kannski kunna bókstafinn en leifum því ekki að snerta við hug okkar eða hjarta. Ég bið Drottinn, viltu heilar andi, senda heilagan anda til þess að dvelja, til þess að umbreyta okkur þegar við dveljum á þínu orði, þegar við hugsum hvað þú hefur sagt í þínu orði. Megum við vera trúfast í þínu orði, megum við vera trúfastir fylgjendur Krist hvert sem við förum. Í Jesú heila nafni. Amen. Hörru, það eru ekki bannastarf í dag, það eru næstu 2 sunnudaga, akkurat núna þá erum við 2 sunnudaga í mánuðinum þar sem við getum verið með bannastarf, annars ætlum við bara ekki að vera með það. Þannig að endilega ykkur er velkomið að vera bara með krakkana hér inn í dag þegar við dveljum aðeins á þessu. En spurningin sem við erum að dvelja á í dag er þetta, það eru nokkuð vers sem að margir nota til að tala á móti trú okkar eða gera lítið úr kristinni trú, og í dag þá ætlum við að taka fyrir einhvern hluta af þessum vessum sem fólk nota og við ætlum að spyrja okkur með það í huga að við viljum vera trúfastir í reikningunum, við viljum fá að vita hvað Guð hefur að segja við þessum spurningum, ekki bara hvað við okkur finnst. Og spurningin er þessi, er kynskipt hlutverk í kirkjunni?
Nú, margir í nútímanum sem við búum í og áður hafa kallað trú, kristina trú, kirkjuna, karlrembu trú. Og í dag jafnvel bara vafasamt að ég skyldi verið að pæla í því hvort það séu mismunandi hlutverk kvenna og karla í kirkjunni. Fyrir sumum þetta bara ógeðslegt að ég sé að vel að pæla í þessum eins og það sé einhver greinamunur á milli kynjanna. En það lítur allt út fyrir það að Guð, sá sem skapaði kynin tvö, væri ósammála þessu fólki þegar fólk að horfa á þetta að við séum að dvelja á hver munurinn á kynjunum, sérstaklega það kemur að kirkjunni. Og hann horfir á mismun kynjana sem fallegan hlut. Að hvert kyn í grófum dráttum hefur sína styrkleika og veikleika. En þegar að kynin koma saman á þá hæla þau hvort öðru. Að styrkleikar eins hjálpa hinum í veikleika þeirra og annað eins. Guð gerði ekki karlmenn í ímynd Guðs, heldur gerði hann karl og konu í ímynd Guðs. Og saman þegar þau hæla hvort öðru með styrkleikum sínum og gefa heildræna mynd af hver Guð og hvað hann hefur gert. Þannig að það eru sumar skoðanir í Biblíunni, til dæmis þegar það beinist að hlutverkum kynjanna í hjónabandi sem hljóma skringilega fyrir nútímaeyrum þegar það er sagt. Að vera framfarasinni eða framsækin að mestu leyti þegar þú dvelur á Íslandi þá horft á það sem jákvæðir hlutir að vera framsækin og framfarasinni. En mig langar að stoppa og mig langar að spyrja að fara að hverju, framför að hverju. Því að framför eitt og sér ekki góð ef að framförin stefnir fram af klettinum. Þannig að mig langar að spyrja að hverju stefnum við. Hvað það sem liggur á bakvið framför okkar? Og mig langar að leggja það dæmi að það sem við gerum sem kristnir einstaklingar að við erum í framsókn eða framför, en við viljum að förin okkar beinist að gefa Guði dýrðina, að gera okkur undirgefin hans vilja, að hann sem skapar okkur og hann veit betur hvar endanleg gleði mín liggur. Og oft á tíðum þá sjáum við ekki eingöngu hvað Guð vill af okkur, heldur sjáum við líka af hverju Guð vill láta okkur gera eitthvað á ákveðin hátt. Og mér langar að byrja á því að fara í þessum vers okkar í Efesusbréf 5. kafla, og mér langar að byrja á versum 21-24 eins og stendur hana. Og hér segir Páll til Efesusmanna: verið hver öðru undirgefin í ótta Krists, konunnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn. Því að maðurinn höfuð konunnar eins og Kristur höfuð kirkjunnar, hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjan undirgefin Kristi, þannig séu konunnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Við hugsum oft undirgefni með neikvæðum hætti. Það ekki margir sem að segja ég við undirgefni, heldur til dæmis eins og núna í nótt þá var bardagi að gerast það sem Conor McGregor var að berjast við annan einstakling og þegar margir hugsa undirgefni þá hugsa þeir það einmitt eitthvað svoleiðis, að það sé að hafi verið að kirkja einhvern og hann loksins gefst upp og það svona undirgefni í hugum margra Íslendinga. En hér í þessum versum í gennum tíðina hefur biblíukennslan algjörlega hætt. Að hérna við ætlum að dvelja á þessu hjónabandi og hver hlutverk kynjanna og hér lokað Biblíunni eftir þessi 3 vers og þessi 3 vers hafa verið notuð til þess að misnota konur, að gera lítið úr konum og annað þess. Við erum hér með 3 vers sem beinast að konum í hjónabandi og viðhorfið þeirra gagnvart eiginmanni þeirra sem mjög, mjög umdeild vers í augum nútímafólks. En þau voru ekki umdeild þegar Páll að skrifa þetta. Og munið að hér Páll ekki að segja að konur séu undirgefnar körlum, heldur hann að segja að eiginkonur séu undirgefnar eiginmönnum. Og það sem ég á við þetta það ekki karlsins að beita valdi yfir konum alltaf, öllum konum alltaf. Þannig að tala sérstaklega hjónaband. En eftir þessi 3 vers sem að beinist að konunum, eiginkonunum, að þá fylgja 6 vers sem beinast að eiginmönnum og það umdeildasta sem var á þessum tíma, þegar Páll að skrifa þetta til Efesusbréfsins, þá voru það ekki þessi vers sem voru umdeild, þá voru versin sem hann ætlaði að skrifa til karlana. Þannig að við lesum hvað hann skrifa til karlana sem vers 25-32 og hér segir hann: þér menn, elskið konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í söluna fyrir hana, til þess að helga hana
og hreinsa í laug vassins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrið, án þess að hún hefði blett eða hrukku né neitt þess háttar. Heilög skildi hún og lýtalaus. Þannig skulu eiginmennir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur, ég hef í huga Krist og kirkjuna. En samsagt, þér skulu vera hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. En í fyrsta lagi þá segir Páll karlmönnum að leiða konu sína vel og hvernig það lítur út fyrir karlmann, kristinn karlmann að vera höfuð yfir sinni fjölskyldu. Við fáum ekki að skilgreina sjálfur hvernig það lítur út fyrir að vera höfuð í fjölskyldunni. Hann talar að sá sem er leiðtogi yfir sinni fjölskyldu á að sýna og endurspegla eðli Krists. Og ef við pælum aðeins í því hver Kristur hvers konar höfuð hann? Ef við förum í Markúsarguðspjall 10:45 þá segir hann: ég er ekki kominn til að láta þjóna mér, heldur til að þjóna og gefa líf mitt til lausnagjalds fyrir marga. Jóhannesarguðspjall 10:18 þá segir hann: enginn tekur líf mitt frá mér, heldur legg ég það sjálfur í sölurnar. Páll skrifar Jesú Krist í Filippibréfinu 2:5-8: verið með sama hugafar sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Þannig að þegar við lesum Efesus 5 og sérstaklega þegar Páll byrjar að tala hjónabandið, þá verðum við átt okkur á því að það sem er umdeilt í dag var akkurat það sem var ekki umdeilt þá. Og það sem er ekki umdeilt núna var það sem var umdeilt þá. Það sem var umdeilt þá var að maðurinn átti að leiða konu sína eins og Kristur. Að leggja líf sitt niður fyrir hana. Að vera trúfastur konu sinni. Það sem var í samfélagi, það sem var eiginlega bara búist við því og haldið að hvaða karlmaður sem myndi ekki vera trúfastur konu sinni. Hann myndi fara að sofa hjá öðrum konum, hann myndi fara í musterinn og annað þess. En Guð gaf ekki bara hvað skildi gera, ekki bara elski konur ykkar, heldur líka af hverju. Þannig að við sjáum í versi 31 og sjáum við af hverju við eigum að hafa okkur svona í hjónabandi. Af hverju konan á að vera undirgefin karlinum, af hverju karlinn á að vera höfuð konunnar og af hverju hann á að elska konuna eins og Kristur elskaði kirkjuna. Það sést í versi 31. Þess vegna skal maður versi 32 fyrirgefa. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í hug Krist og kirkjuna. Þannig að í hjónaböndum okkar, í því hvernig við elskum hvort annað, að þá er meira sem er í gangi heldur bara ást okkar gagnvart hvort öðru. Við erum að sýna stærri mynd, við erum að sýna fagnaðarerindið í því hvernig við elskum og umberum hver annað. Þannig að við spyrjum okkur í dag, kristin trú virkilega karlrembutrú? Og við viljum leggja áherslu á kynskipt hlutverk innan kirkjunnar. Fólk hefur sagt mig að Biblían segir konum að þegja á samkomum. Ef það er ekki karlremba þá veit ég ekki hvað það er. Þú veist, hafið þið lent í þessu? Ég er allavega lent í, kannski ekki mörgum svona samtölum, en ég hef hitt einhverja sem hafa sagt þetta. Biblían talar að konur bara þegja á samkomum. Ef það er ekki karlremba þá bara skil ég ekki hvað karlremba er. En vessin sem væri fyrir valinu væri til dæmis eins og vessin sem við ætlum að dvelja á í dag. Við langar að fara í fyrsta Tímóteusbréf, kapla 2, vers 8-15. Og hér segir Páll til Tímóteus sem var lærisveinn hans: ég vil að karlmenn biðjist hvarvetna fyrir með upplyftum heilögum höndum án reiði og þrætu. Sömuleiðis vil ég að konur skríði sig sæmandi búningi með blygð og hólæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skartklæðum, heldur með góðum verkum eins og sómir konum Guð vilja dýrka. Konan á að læra kyrrþey í allri undirgefni, ekki leyfi ég konu að kenna eða taka sér vald yfir manninum, heldur á hún að vera kyrrlát. Því að Adam var fyrst myndaður og síðan Eva. Adam lét ekki tælast, heldur lét konan tælast og gerði brotleg. En hún mun hólpin verða sakir barburðarins ef hún stendur stöðug í trú, kærleika og helgun samfara hólæti. Sumir myndu
stoppa hér og þeir myndu segja að Páll að segja konum hvernig á að klæða sig, hann að segja þeim að þegja á safnaðarsamkomum og að vera ekki með vald yfir körlum. Þeir myndu spyrja, ertu virkilega að segja mér að þetta sé ekki karlremba sem hér í gangi? Og í fyrsta lagi þá erum við með ákveðin staðal í huga þegar við tölum til dæmis hólæti eða sæmandi og hólæti í vestrænu samfélagi. Hvað fólk með í huga þegar við tölum klæðburð kvenna? Þá það oftast það að konur eiga að hylja sig svona líkama sinn til þess að valda ekki losta á annað eins. Sem gott og fínt. En ef við horfum á samhengi textans, þá hann ekki að tala þess konar hólæti. Heldur sjáum við í versi 9, á endanum á versinu, þá segir hann ekki með fléttum og gulli eða perlum og skarklæðum. Þannig að hann að tala til kirkjunar, til Tímóteus sem í Efesus og hann að segja, viltu hvetja konurnar í söfnuðunum til að sýna ekki, ef þær eru ótrúlega, ef þær eiga mikið af pening, ef að Guð hefur blessað fjárhagslega, að koma ekki með gull og perlur og annað eins, heldur að vera með hólæti, að sýna ekki, að láta ekki þeim konum í söfnuðunum sem eiga minna að líða illa yfir því. Þannig að hólæti hér í þessum messum, þá hann að tala að vera ekki að sýna hversu mikið þú átt. Hann hér að biðja konur, við færum okkur yfir í að konur eigi ekki að taka sér vald yfir mannum. Og fyrir það fyrsta þá versin ekki að segja konum að þegja á samkomum. Gríska orðið hesuhía sem kemur fram í kyrþei og kyrlát, ég veit ekkert hvernig á að segja þetta orð hesuhía, það allavega þá sagt mér að svona ætti að segja orðið. Það kemur fram í versum 11 og 12 sem kyrlát eða í kyrþei. Og þetta grískt orð sem kemur fram 10 sinnum í Nýja testamentinu. Og þegar þetta vers kemur fram til dæmis í fyrsta Tímóteusbréfi í öðrum kafla, þá kemur þetta fram í til dæmis versi 2 aftur. Áður við komum í þessi vers. Og þetta orð ekki notað til að tala hljóð sem kemur út úr mannesku, heldur þetta að tala hvernig þú haga þér. Þetta orð notað til dæmis í sama kafla fyrir kaflanum versi 2 þar sem hann biður að kirkjan biðji fyrir þeim sem í stjórn til að þau geti lifað friðsamlegu og rólegu lífi. Þannig að þegar hann segir að konan eigi að læra í kyrþei, þá hann ekki að tala að hún megi ekki tala yfir höfuð, heldur vera að útskýra rólegheit, í rauninni rólegu lífi. Og í öðrum orðum þá Páll ekki að segja konum að þegja. Þannig að á samkomum þá búist við að tala. Til dæmis í 1. Korintharbréfi 14:33-35 þá annað vers sem væri notað til þess að koma með þennan punkt. Og hér Páll aftur að skrifa til Korintumanna og hann segir hér í versum 33-35: eins og í öllum söfnuðunum hinna heilögu skulu konur þegja á safnaðarsamkomum, því að ekki þeim leyft að tala, heldur skulu þær vera undirgefnar eins og líka lögmálið segir. En ef þær vilja fræðast eitthvað, þá skulu þær spyrja eiginmenn sína heima, því að það ósæmilegt fyrir konu að tala á safnaðarsamkomum. Nú, hérna sjáum við að hann ekki að nota kyrþei eða kyrlát. Hann segir þegja. Þannig að þetta eru vers sem voru oft notað. Þetta litla samhengi sem við höfum bara í þessum 3 versum samt bendir okkur á hvað nákvæmlega Páll að tala Í fyrsta lagi þá þetta annað grískt orð. Þetta ekki hesuhía, eða hvernig sem maður segir það. Þetta sigá, sem á við hljóð. En ef þú lest til dæmis vers 35, þá serðu að vandamáli hér var ekki að þessar konur væru orðnar predikarar og Páll var að hindra það, heldur Páll að segja hér, ef þú ert með spurningar eitthvað sem sagt, býddu með það þangað til eftir samkomu, spurðu mannin þinn heima ef þú skilur ekki eitthvað frekar en að stoppa samkomuna. Þannig að það kannski einhver hérna sem myndi vilja fá skilgreininguna á einhverju orði sem að nota, einhverju sérstöku íslensku orði og myndi stoppa mig og segja, getur útskýrt hvað þetta orð þýðir betur. Þannig að það eru margir sem segja út af því að á þessum tíma voru konur ekki með lestrarkunnáttu eins og kallar og þær þurftu hugsanlega að stoppa samkomuna til þess að spyrja hvað sum orð þýddu og hvað hann var að meina. Svo Páll segir, býddu með spurningarnar þangað til eftir samkomuna.
Nú þegar við horfum aðeins út fyrir bara þetta litla samhengi sem við höfum í þessum 3 versum hér og við horfum á 1. Korinthubréf í heild sinni, þá getum við farið yfir í til dæmis 11. kafla, vers 5, það sem hefur verið að tala um höfuðfat og annað eins, en við skulum geyma það þangað til við tökum það fyrir aftur, ég held við höfum dílað við það einu svona. En í versum 5 í kafla 11 þá segir hann: en sérhver kona sem biðst fyrir eða flytur spát að Guðs ber höfuðið óvirðir höfuð sitt. Það hið sama sem hún hefði látið krúnu raka sig. Þannig að við getum dílað við þessi vers sem díla við höfuðfat eða þannig seinna, en punkturinn minn í þessu er að hann segir: en sérhver kona sem biðst fyrir eða flytur spátum á Guðs. Þannig að það búist við því að konur sé að taka þátt í samræðasamkomum á einhvern hátt, að þær eru alltaf að tala. Þannig að við förum aftur yfir í kafla 14, vers 33, og hann talar um að þær ekki segja neitt yfir höfuð. Þá verðum við að spyrja okkur í samhenginu hvað getur Páll verið að þýða með báðum þessum versum. Eiga þær að tala, eru þær að flytja spátum á Guðs, eða eiga þær að ekki segja neitt yfir höfuð. En við getum að hoppa aftur yfir í Tímóteusbréf. Ég held að besta lausnin á þessu er einmitt það að hann er að tala um eitthvað sérstakt tal. Líklegast það að það sé að spyrja spurningar á samkomum, og hann er að segja við konar: látið þær geyma spurningarnar þangað til eftir samkomu, og það sem eru með eiginmenn geta spurt eiginmenn sína þegar þeir eru komnar heim, nákvæmlega ef það skildi ekki eitthvað ákveðið. En við hoppum aftur yfir í 1. Tímóteusbréf í 2. kafla, og við þurfum að tala um það sem við þurfum að tala um hvað það er nákvæmlega sem Páll er með í huga þegar hann segir að hann leyfi ekki konu að kenna eða taka sér vald yfir manninum. Nú, margir kristnir sem að trúa og treysta Biblíunni, þeir segja hér: Páll er hér ekki með guðlega leiðsögn í huga, heldur er þetta menningarlegt. Á tímum Páls þá var það bara þannig að allir kallarnir stjórnuðu, þeir voru alltaf að leiða, og á þessum tíma voru alltaf konurnar undirgefnar og þær fengu ekkert að leiða. Þannig að Páll er hér ekki að gefa einhverja guðlega afskipti eða gefa guðlega leiðbeiningu út af því að hann er bara að deila hvað hann er að sjá úr menningu sinni. Og vandamál við þetta er að rök Páls, eftir hann segir þetta: ég leyfi ekki konu að kenna eða taka vald yfir manninum, að þá gefur hann rök af hverju. Og það sem Páll bendir á er ekki rök varandi menningu sína, heldur eins og við sjáum í endan, til dæmis í versi 13, því að Adam var fyrst myndaður og síðan Eva. Adam lét ekki tælast, heldur lét konan tælast og gerði brotleg. Þannig að tilvinnun hans í af hverju hann heldur í þessa skoðun er ekki menningu sína, heldur í ritningu. Og einhverjir með kannski vestræn augu þeir horfa á þetta og spyrja: er Páll virkilega að segja í þessum versum: ég kom á undan nanana búbú, ég fæ að ráða út af því að ég mætti fyrst á svæðið? Er það virkilega það sem Páll er að reyna að gefa í skyn í þessum versum? En ég held að þetta sé svolítið dýpra en það. Ég held að sé að vitna í það til dæmis á þessum tíma þegar fólk fæddist, þú varst kannski fyrsti sonurinn í þinni, elsti sonurinn í þinni fjölskyldu, að þá skipti engu máli hversu hæfur þú varst, hversu tilbúin þú varst fyrir ábyrgð, þá fylgdi því ákveðna blessanir og ábyrgðir að vera fyrstu sonurinn í fjölskyldunni. Og rök hans eru ekki hér að maðurinn kom fyrst og er hann því einhvern veginn útbúinn betur fyrir þetta starf, heldur frekar að maðurinn var skapaði fyrst og það skiptir engin máli hversu mikla getu hann er með. Heldur fylgir ábyrgð hvort sem að getan er til staðar eða ekki. En til dæmis að við pælum í þessu frá biblíulegu sjónarmiði, fyrir okkur sem erum í hjónaböndum eða fyrir okkur sem erum að pæla í að fara í hjónaband, þá fáum við ekki að spyrja okkur hvort ég ætla að vera höfuð yfir minni fjölskyldu eða ekki. Frá biblíulegu sjónarmiði, ef þú ert maður og þú ert giftur og þú ert börn, þá ert þú höfuð yfir þinni fjölskyldu. Spurningin er: ætlar að vera gott höfuð eða ætlar að vera slæmt höfuð? Það er eina sem við fáum að velja um. Að frá biblíulegu sjónarmiði þá er spurningin ekki hvort ég sé höfuð, heldur hvernig höfuð ég mun vera. En við höldum áfram og höfum í huga að til dæmis vers og kaplar, ef þið vissuð þetta ekki, þá er vers og köplum bætt inn í Biblíuna 1227 árum eftir Krist. Þannig að þegar við lesum kapla 2, kapla 3, vers 1 til 30, eitthvað svoleiðis, að þá er það seinna meir bætt inn í Biblíuna.
En það sem Tímóteus þetta bréf til lærisveins síns, Tímóteus, sem í Efesusborg. Þannig að ég held að Páll sé hér að fara að útskýra nákvæmlega hvað hann á við með þegar hann segir, ég leyfi ekki konunni að taka vald yfir kallinum eða kenna kallinum, og svo heldur hann áfram og fer beint yfir í að tala öldunga. Þannig að þegar þú tekur þetta í samhengi og við færum okkur yfir í 3. kafla í vers 1-7, að þá sjáum við að hann byrjar að tala þá sem veita kirkjunni yfirsjón. Og í Biblíunni þá sjáum við orð eins og biskup, ég veit ekki hvort það kemur forstöðumaður fram í íslenskri þýðingu. Kemur það ekkert fram? Hirðir, biskup, hirðir, öldungur. Þetta öll eitt orð til þess að lýsa í rauninni sama starfinu sem að veita kirkju Guðs yfir sín. Þannig að við lesum hérna í 1. Tímóteusbréfi 3. kafla, vers 1-7. Það orð satt að sækist einhver eftir biskupsstarfi, þá girnist hann fagurt hlutverk. Biskup á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindindissamur, hólátur, háttprúður, gestrissinn, góður fræðari, ekki drykkfelldur, ekki ofsafenginn, heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki fégjarn. Hann á að vera maður sem veitir góða forstöðu á heimili sínu og heldur börnum sínum í hlýðni með allri siðprýði. Hvernig má sá sem ekki hefur vit á að veita heimili sínu forstöðu veita söfnuði Guðs umsjón? Hann á ekki að vera nýr í trúnni til þess að hann ofmetnist ekki og verði fyrir sama dómi og djöfullinn. Hann á líka að hafa góðan orðstír hjá þeim sem standa fyrir utan til þess að hann verði eigi fyrir álási og lendi í tálsnöru djöfulsins. Þannig að Páll, hann færi sig frá því að tala að konur ekki að kenna eða hafa vald yfir manninum og yfir í það að tala biskupa, kirkjunar. Á öðrum stöðum þetta, eins og ég sagði áðan, kallað öldungar eða hirðar. Og hér ein stór mistök sem að nútíma kirkjan hefur gert. Þegar það kemur að því að við ákveðum hver forstöðumaður yfir ykkur sérstakri kirkju, þá eru margar kirkjur sem byrja að leita að einhverjum sem mjög góður í að tala, mjög karismatískur, mjög góður með orð. Allir vilja vera vinir hans, hann er mjög vinsæll. Og þegar við náum í þennan vinsæla mann sem góður í að tala og annað eins og við látum hann inn í púltið, að þá mun kirkjan blessast, þá mun fólk vilja koma, þá mun vilja hlusta á hann og annað eins. En þegar Biblían talar að velja forstöðumenn eða öldunga í kirkjur, að þá talar hann ekki karismatískan einstakling, heldur karakter. Hvernig karakter einstaklingur með. Og það sem margar kirkjur hafa gert þegar við leitum á forstöðumönnum og þá erum við algjörlega búin að útskúfa það sem Biblían hefur að segja hvernig forstöðumaður á að vera og við byrjum að leita eftir forstöðumanni sem okkur líka við, það sem við höldum að muni draga fólk að. Og því miður að þá heyrum við aftur og aftur skandala sem komin inn kirkjunar. Við heyrum einstaklingar sem eru búin að falla í kynferðislega synd, eru búin að komast í peningakirkjunar og misnota það eða á einn eða annan hátt. Og ég spyr mig þegar ég heyri þetta, það gæti raunverulega verið að þetta sé kirkja sem að reyna að vera trúfast reikningunum en svo kemur þessi synd sem að enginn sér í rauninni. En ég spyr mig hversu margar af þessum kirkjum eru að lenda í þessu nákvæmlega út af því að þeir eru ekki að leita eftir karakter í einstaklingum, heldur hversu karismatískur ertu. Og þetta er synd sem að nútíma kirkjan að díla við. Þetta er mistök sem við erum að díla við að reikningarnar, Guð sem höfuð kirkjunar, og ef þú ert forstöðumaður eða öldungur þá ertu einfaldlega undir Guði að reyna að gera það sem að Guð vill að kirkjan sín geri. Og það sem við höfum gert þegar við veljum okkur þessa öldunga eða þessa undirhirða að við höfum farið okkar eiginlegir. Við viljum vita við viljum sjá það sem við viljum sjá. Í staðinn fyrir að fara til dæmis í 1. Tímóteusbréf 3. kafla eða Títusarbréf 1. kafla og annað þess. En ok, við sjáum þessi vers, við dveljum ekki á því að til dæmis hér í þessum versum notað karlkyns, hvað er pronouns á íslensku? Karlkyns orð, persónufornafn. Ég held að það væri slæm rök ef við myndum reyna að byggja einhvern veginn rök út frá því, út af því að það var gert að þegar þú varst að skrifa bréf á grísku og það voru bæði karlar og konur, að þá áttur þú til að skrifa það til karlkyns, þú gæst talað bræður, þrátt fyrir að vera að tala bæði bræður og systur. En ef við horfum til dæmis á vers 2, og það kemur fram einkvæntur, eða gríska orðið sem kemur hana fram í rauninni einna konu maður. Fólk að rífast hvort þetta sé verið að tala einstaklingar sem eru ekki skildir
eða hvort það sé verið að tala einstaklinga sem eins og tíðkaðist þá að vera giftur mörgum konum í einu. Þannig að það eru fólk ennþá svona einhverjir að rífast þessa hluti, beita þessa hluti. Vers 4, hann á að vera maður sem veitir góða forstöðu á heimili sínu og heldur börnum sínum í hlýðni með allri siðprýði. Og svo vers 5, hvernig má sá sem hefur ekki vitað að veita heimili sínu forstöðu veita söfnuði Guðs umsjón. Höfum í huga biblílegt viðhorf á hjónabandi, ein kona, ein kall, og svo höfum í huga Efesusbréf 5. kafla og spyrjum okkur svo þegar við horfum á þessi vers, hvort kynið er útilokað í þessum versum sem forstöðumenn yfir kirkjum. Frá versi 8 í kafla 2 til 7. vers í kafla 3 er Páll að kenna að staða forstöðumanna eða öldunga eða biskupa sé frátekið fyrir ekki bara karlmenn, heldur guðlega og hæfa karlmenn. Og ef þú ert ósammála mér í þessu, þá er ég ekki að fara að standa hér í dag og segja að þú sért ekki kristinn. Ég verið á þessum stað þar sem ég var að pæla í þessu. Mér langaði ekki að taka þessa afstöðu. Ég vissi að það verði mjög óvinsælt á Íslandi að taka þessa afstöðu. Þannig að það er mjög erfitt að vera í þeirri afstöðu að þú ert að lesa frá 1. Tímóteusbréfi, 2. kafla og 3. kafla og þú ert að reyna að fá textan til að segja eitthvað annað sem að segir og þú reynir samt. Ég veit að það er erfitt að vera á þessum stað, en ég þurfti á endanum að spyrja mig, ætla ég að fylgja menningunni eða ætla ég að fylgja Guði? Og mér langar alltaf að vera Guðs hlið, jafnvel ef það kemur mér í smá vandræði eða slagi. Þannig ég er ekki að fara að efast trúnaðina, en ég er að fara að segja að ég hef verið á þessum stað og ég held að ef þú haldir í eitthvað annað þá ertu ekki að vera trúfastur í reikningunum. Og við eigum að vera trúföst reikningunum og ég veit hvernig það er að reyna að láta reikninguna segja eitthvað en það líti út fyrir að segja. Það sem Páll er með í huga þegar hann segir að hann leyfi konum ekki að kenna að taka vald yfir manninum, þá er hann að tala að hann leyfi ekki konum að vera forstöðumenn í kirkjum. Og mér finnst það áhugavert að það fólk sem heldur hvað svona helst í þetta viðhorf í kirkjun okkar, sem að ýta á eftir þessu viðhorf eru konur í kirkjun okkar. Það eru nokkrar konur sem eru bara fíla þetta, vilja vera sannfærar, vilja fylgja reikningunum, sem að gera mig mjög glaðan og mér finnst það benda til þess að það þýðir líka að við séum með karlmenn sem er ekki að misnota vald sitt, sem er að reyna að elska konuna sína eins og Kristur elskaði kirkjuna og annað eins. En þetta viðhorf á mismunandi styrkleikum kynjana sem að koma svo saman til að hæla hvort öðru, ég byrjaði að sjá þetta sem ótrúlega fallegan hlut. Mitt hlutverk í að leggja líf mitt niður gerist ótrúlega auðvelt, ekki auðvelt, það gerist auðveldara og það gerist ánægjulegra þegar ég horfi á konu mína sem gerir hlutverk mitt auðveldara með ást sinni og virðingu. Og ég vona að ég á einhvern hátt gerir hlutverk hennar í að vera undirgefin bæði ánægjulegt og auðvelt þegar hún sé ást mína og virðingu gagnvart henni. Svo til að enda þá langar mig að svara 2 spurningum. Ef konur mega ekki samkvæmt Biblíunni gerast forstöðumenn eða öldungar, hvað geta þær þá gert? Og svo, ef að Biblían leyfir konum ekki að bera vald í kirkjunni, þá bera konur minni gildi í augum Guðs og okkar. Þannig að mér langar að takla þessar 2 spurningar áður en við endum svo samkomuna í dag. Til að svara fyrstu spurningunni þá myndi ég segja hverri koni hér inn í dag að ég allavega það sem ég hef stúderað hingað til og þau afstæð sem ég tek er að bókstaflega allt annað í kirkjunni sé opið ykkur. Bara ekki að vera öldungur. Ég er opinn fyrir því að heyra vers frá ykkur hvað annað er, en ég sé það ekki fyrir mér. Ég er opinn fyrir því að allt annað fyrir utan að vera forstöðumaður eða öldungur í kirkju sé opið fyrir ykkur. Og mundu að þetta er ekki bara fyrir karlmenn. Það er ekki bara einhver karlmaður lappar inn og þá, já, komdu og vertu öldungur með okkur í kirkjunni, heldur viljum við fylgja Biblíunni hvernig karlmenn við erum að leita eftir. Það eru hæfir karlmenn, samkvæmt reglum Biblíunnar.
konur, ég vona að einhver eitthvað taki undir ykkur til dæmis þjónustustörf í kirkjunni sem djáknar eða þjónið innan þeirra störfum eins og til dæmis í lofgjörðateyminu eða barnastarfinu eða í trúboðinu eða í margmiðlun er eitthvað sem ég var í geðveikt til í að sjá. Biblíur eru ráðgjörð og kvennastarf. Ég var geðveikt til að sjá að konur í okkar kirkju rísa upp og vilja gera eitthvað sterkt kvennastarf sem elskar reikningarnar og vil byggja starfið í kringum reikningarnar. Því að það er ótrúlega mikið af lélugu kvenmannsefni úti, varðandi biblíukennslu og annað eins. Þú þarft alveg að leita stundum til þess að finna bara svona solid konur sem vilja byggja sterkt kvennastarf á grundvellinum sem að Biblían er. Og ég er ótrúlega spenntur til dæmis að heyra á konum sem taka á sig að kenna öðrum konum sem elska að kenna reikningarnar, því að það er ótrúlega mikið af bara lélegri kennslu þarna úti. Og hvað eru þær gjafir sem að þér eru gefnar? Bara þú pælir í, hvað get ég gert? Hvað er það sem Guð hefur blessað mig með sem ég get notað honum til dýrðar og til að byggja upp kirkjuna? Og hlutverk kvenna, jafnvel starfi Jesú Krist var frekar, þegar þú lest í gennum reikningarnar, þá áhugavert að sjá það. Til dæmis í Lúkasguðspjalli í 8. kafla þá er talað að það voru konur sem ferðuðust með Jesú og lærisveinum hans þegar hann var að fara út og hann var að kenna. Og það voru konur sem voru fjárhagslega að gefa svo hann geti einfaldlega ferðast hana Ísrael og kennt. Og til dæmis finnst mér ótrúlega merkilegt þegar við pælum í, eru reikningarnar áreiðanlegar? Þegar það kemur af upprisu Jesú Krist. Þetta var á tíma þar sem að vitnisburður kvenna var ekki metinn sem áreiðanlegur. En þegar við lesum Guðspjöllin og við sjáum upprisu Jesú Krist, þá hverjir eru það sem koma að og eru fyrstu vitnin að upprisu Jesú Krist? Það eru konur sem koma. Mér finnst áhugavert líka að ýti undir áreiðanleika Guðspjallana að þeir karlar sem eru að skrifa þessi Guðspjöll, þeir eru að skrifa að þeir voru búin að læsa sig inn og voru hræddir. Á meðan að áreiðanlegustu vitnin voru konurnar sem fóru og fundu Krist upprisin. Í 1. Tímóteusbréfi, bréfi sem við vorum að pæla í dag, ef þú fer í 1. kaflan, þá sérðu að Páll byrjar á að tala mömmu og ömmu Tímóteusar og talar áhrif þeirra á líf hans til þess að gera hann hæfan í það starf sem hann er núna í. Það er hlutverk fyrir þig og ég vil aldrei hindra þig í því að gera þitt hlutverk í verkefni Guðs ef Biblan hefur ekkert það að segja. En nú til að enda á þessu. Er Bibljan að segja að konur beri minna gildi ef þær mega ekki veita kirkjunni yfir sín? Stuttasvarið er algjörlega ekki. Því miður þá eigum við það til að hugsa mjög óguðlega með því að binda gildi einhverja einstaklinga við stöðu þeirra. Þetta er óbiblulegt, óguðlegt, bara djöfulegt. Að einhvern veginn horfa á einstakling sem er í betri stöðu eða á meiri peninga eða með betri menntun og horfa á hann sem einhver einstaklingur sem ber meira gildi heldur en þann sem hefur minni menntun eða minni peninga eða minna vald. Þetta er ekki biblulegt viðhorf. Það sem við sjáum í Biblíunni, til dæmis í Jakobsbréfinu, þá er hann að tala kirkjur sem segja við einstaklingar sem eiga mikið pening og segja við ríka fólki, komið hérna, sittið þið fremst. Njótið þess að vera samkominni og svo ýtaði fátæka fólkinu aftast. Það sem að Jakob er að gera í sínu bréfi er að hann áminna kirkjuna fyrir að binda gildi einstaklinga við stöðu þeirra, við pening þeirra, við eigur þeirra. Í Biblíunni þá finnir þú ekki gildið þitt í hversu mikið þú átt eða hvaða starfið þú þjónar. Heldur finnur þú gildið þitt í því að þú ert skapaður og sköpuð í ímynd Guðs. Það sem þú þarf til að hafa gildi er einfaldlega að vera á lífi, að anda. Það er það eina sem þú þarf til að bera gildi frá guðlegu sjónarmiði og enginn og ekkert getur tekið þetta gildi á þér. Og feminismin í dag er á það til að tengja svolítið við stöðu og ég man eftir því, til dæmis ég held að það var í fyrra eða hitti fyrra allt tímaskinni hjá mér í rugli, ég man aldrei hvaða ár það var.
En ég man ég var að keyra niður strætinu og ég sá mikið af auglýsingum á strætóskýlum þar sem konur voru svona í típiskum svona karlastörfum, annarkvort að dekkjavegstaði eða í byggingaverktakar eða eitthvað leys, og það voru svona í búningunum og svona svolítið svona skítugar eftir vinnudaginn og man einhver eftir þessum auglýsingum á strætóskýlum. Er það bara ég, allavega. Og ég þykist ekki þekkja hugsanirnar á bakvið þessar auglýsingar. En ég gat ekkert gert annað en að hugsa hvort að þessi barátta jafnt vinnuafl í öllum greinum sé á endanum að gera lítið úr gildum einstaklinga með því að binda gildi okkar við starf okkar eða stöðu. Því að hvað er það að sækjast eftir jafnrétti ef það er ekki að leitast á endanum af því að bæði karlar og konur beri órjúfanlegt og jafnt gildi og verðmæti. Og það fyrir mig tengist ekki stöðu eða starfi. Og ég vona, kæra systir, að þú sjáir að gildi þitt ekki tengt við starf þitt eða stöðu, heldur þitt verðmæti og gildi jafnt mér og jafnt öllum hér inni. Við erum bæði sköpuð í ímynd Guðs. Megum við sem systkini í trúnni sjá gildi í hvort öðru. Ekki tengt verki okkar eða neinu öðru, heldur bara tengt Guði. Mér langar að enda á að lesa Galatabréfið sem að ég lendi oft í því þegar ég er að ræða þetta við ykkur einstaklinga. Að vera öldungur í kirkju er bara fyrir karlmenn og þá er oft tekið þetta vers og þá er komið með að Galatabréfið 3 gleymdi ég að láta upp. Galatabréfið 3, 26-29 og kemur fram: Þér eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eru skírðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Hér er enginn gyðingur né grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona, þér eru allir eitt í Kristi Jesú. En ef þér tilheyri Kristi, þá eru þér niðjar Abrahams, erfingja eftir fyrirheitinu. Margir vilja segja þarna: sérðu, enginn kall eða kona, enginn munur. Páll er ekki hér að tala að það sé ekki til staðar líkamlegur og holdlegur munur. Gyðingurinn er enn gyðingur, Grikkinn er enn Grikki, þræll er enn í haldi og sá frjálsi er það ekki. Karlarnir haga sér karlmannlega og konurnar sæmilega. Meira þannig. En hvaða kynþátt sem við berum, hvaða mismunur sem er til staðar í stöðu eða starfi eða valdi, þá skiptir það ekki máli, við erum eitt í Kristi. Fyrir hans blóð erum við frjáls. Fyrir hans blóð erum við synir og dætur konungsins. Fyrir hans blóð þá erum við réttlát og fyrir sitt blóð hefur hann keypt okkur dýru verði. Þannig að við berum þetta starf að sýna horfandi heimi hvernig elskandi samfélag lítur út. Hvernig við elskum hvort annað, eiginmenn, hvernig þið elskið og leiðið konur ykkar eins og Kristur gerði fyrir kirkjuna og konur í því hvernig þið treystið og gefist mönnum ykkar. Og eiginmenn, ef þið vanrækið eða misnotið ykkar stöðu, þá er það ekki einungis ég sem er reiður, þá er það á endanum dómur Guðs sem stendur yfir okkur öllum, sem hann mun dæma hvernig við sáum þær gjafir sem hann veitti okkur í hendur. Þannig að við skulum biðja. Heilagur Faðir, ég vil þakka þér fyrir náðin og miskunn. Ég vil þakka þér fyrir að við fáum að dvelja á þínu orði. Nú þegar í gær voru 482 ár liðin frá því að William Tyndale var brenndur lifandi fyrir þann glæp að þýða ritningarnar yfir á ensku. Ég vil þakka þér fyrir hvernig þú hefur notað hann sem einhvern veginn svona bylgja sem byrjaði aðra verkamenn, og líka bara þakka þér fyrir þá bræður og systur sem koma undan okkur sem gefa okkur kleift að vera að lesa og dvelja á ritningunum á íslensku í dag, á okkar eigin tungu sem við skiljum. Ég vil þakka þér fyrir menn eins og William Tyndale sem koma undan okkur, og ég vil biðja þig að styrkja okkur þannig að við megum sjá vel okkar verkefni hér í dag. Megum við leitast eftir því að gefa þér dýrðina í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Ég bið Drottinn að fagnaðarerindið megi sjást í hvernig við elskum hvort annað, hvernig við erum drifin af fagnaðarerindinu til að endurspegla fagnaðarerindið,
Þegar við þurfum ástæði til að elska og fyrirgefa og sína miskunn, megum við horfa á krossin, megum við vera fólk sem dvelur ávallt á krossinum og því sem þú hefur nú þegar gert fyrir okkur. Og ég bið nú, Drottinn, þegar við erum að fara að brjóta brauð og drekka safa, að við megum minnast þess sem þú hefur gert. Við megum minnast þess að við megum horfa tilbaka með gleði, með eilífa von, en við megum líka horfa fram á við, vitandi það að þú hefur gefið loforðum að þú myndir ekki smakka vínvinum þar til þú væri með okkur aftur. Megum við horfa fram á við. Í öllum blessunum okkar, í öllum þrengingum okkar, megum við horfa fram á við en lifa samt í núinu. Viltu gera okkur að góðum lærisveinum þínum sem að leitist ekki eftir að eignast allt sem við getum, heldur að vera trúföst með það sem við höfum. Ég þakka þér, Faðir, fyrir það sem þú hefur gert í mínu lífi og ég bið, Drottinn, allir megi fá að upplifa áhrif fagnaðarinsins á hjarta, á hug og á hendur sínar. Megum við fara út sem lærisveinar þínir og lofa þig, ekki bara með söng hér í dag, heldur áframhaldandi þegar við förum í vinnur okkar, þegar við förum í nám okkar, þegar við erum með fjölskyldum okkar, megum við leitast eftir að gera þig dýrlegan og hátt upp hafinn í Jesú nafni. Amen. Þannig ef þú ert kristinn hér í dag, máttu endilega koma, taka með okkur, taka safa, taka brauð og fagna með okkur því sem að Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur, fyrir verk sitt á krossinum. Bara á meðan að lagið stendur þá skulum koma og auðvitað það sem ég á við með að vera kristinn er að þú hefur játað Jesú Krist sem frelsara þinn, að þegar þú stendur fyrir framan dómstól Guðs þá er það Kristur sem þú bendir á, svo er það hann sem að hefur eignað sér þig með blóðu sínu, keypt þig. Þannig að ef þú hefur játað þetta sem sannleiki í þínu lífi þá endilega komdu og taktu saman, taktu brauði og fagnaði með okkur því sem að Kristur hefur gert.
Heilagur Faðir, við þökkum þér fyrir son þinn Jesú Krist. Við þökkum þér fyrir verk þitt í okkar stað. Við þökkum fyrir hvernig þú hefur komið inn í aðstæður sem voru ómögulegar. Og þú hefur gefið okkur þessa gleði boðskap sem við fáum von ekki bara hér í þessu lífi heldur einnig fyrir þig komanda. Við vitandi það að okkar eilífa líf hefur nú þegar byrjað. Ég bið hjálpar okkur að eigna okkur þennan sannleik. Að segja ekki bara með orðum okkar eða í söng okkar að við trúum þessu heldur með það sjást á lifnaðarættu okkar, með það sjást í samfélagi okkar, með það sjást í hjónaböndum okkar, með það sjást í hvernig við elskum og leiðum krakka okkar, með það sjást í öll okkar lífi. Þessi boðskapur með hafa áhrif á allt okkar líf. Að þessi sannleikur sé það sem að kveikir í okkur eld þess að halda áfram. Ég bið að þú hjálpar okkur að standa fyrir þitt orð. Ég bið að þú hjálpar okkur að horfa til krossins í öllu því sem við gerum og hafa kraft til að lifa þér til dýrðar svo við megum heyra þessi orð komin í fögn Herra þinnstu góði og trúi þjón. Megum við vera trúföst. Megum við halda í þig sem eilífa von okkar, eilíft stóð okkar, eilífi kletturinn sem stendur að sér allar aldir. Ég bið Drottinum að þú meir hjálpa okkur með visku, byggja okkar líf á þér. Og við þökkum þér fyrir son þinn Jesú Krist, fyrir líkamað hans sem var brotin í okkar stað og fyrir blóðan sem rann í okkar stað. Í Jesu nafni. Amen.
lesa fyrir okkur Matteus og Guðspjall 28:18-20. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þannig að samkomunni er lokið en vikan er rétt að byrja, þannig að við skulum muna að verkefni okkar hættir ekki hér, heldur ferða með okkur inn í vikuna þegar við förum í mismundi vinnur okkar og aðstöður. En mér langar að fara yfir tilkynningarnar. Við skulum bara þakka Guði fyrst og svo skulum við renna aðeins yfir tilkynningarnar og svo skulum við fara heila fær. Við þökkum við fyrir orð þitt, við þökkum við fyrir mér langar sérstaklega bara þakka þér fyrir bara lofgjörðulegið sem er tilbúið að mæta hérna klukkan bara 9 á morgnana og vera hérna svona lengi og undirbúningunni sem er búin að fara í það. Ég bara þakka þér fyrir alltaf fólk sem er tilbúið að gefa af tíma sínum, gefa fjármunum. Þú viltu hjálpa okkur líka bara ekki vera tilbúið bara að gefa tíma okkar og fjármunum og talentum á meðan við erum hér eða í kirkju okkar. Megum við gefa á okkur í lífi okkar. Megum við vera ljós í lífi einstaklinga sem eru ekki í þessari kirkju, sem að þekkja þig kannski ekki, en megið að sjá áhrif fagnaðarins á okkar lífi með því hvernig við erum tilbúið að þjóna og leggja lífi okkar niður með því að endurspegla eðli sonar þíns Jesú Krist. Vertu með okkur, geð okkur tækifæri til þess að deila fagnaðarerindinu, geð okkur tækifæri til þess að lifa þér til dýrðar, geð okkur tækifæri og geð okkur styrk til þess að afneita synd, til þess að muna það verkefni sem þú gafst fyrir 2000 árum er enn til staðar í dag, enn sannleikur í dag, og megum við leitast eftir því að gera þig dýrlegan í því að leitast eftir því að taka þátt í því verkefni og horfa í kringum okkur, sjá hvaða einstaklingar það eru í kringum okkur sem við höfum tækifæri til þess að deila fagnaðarerindinu með. Þannig að vertu með okkur, styrt okkur og hjálpa okkur að lifa þér til dýrðar í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur. Í Jesú nafni. Amen. Þannig að bara senast er heimahópar, ef þið er ekki tengd í heimahópa, þið viljið fara í einhvern heimahóp, þá endilega talið við mig eftir samkomu. Ef það eru með einhverjar spurningar eða bænir, þá talið við mig, ég verð bara hérna á hurðinni frammi. Og svo ef þú ert sjálfbúðir, ert tilbúin að gefa tíma þínum til að þjóna kirkjuna á einhvern hátt, að þá endilega skrifa það niður á blöðin hérna frammi bara eftir samkomuna. Og svo er það meðlumatími í kvöld. Ef það einhver hérna inni vil vera gerast meðlumur í kirkjunni, þá skráið þið ykkur á blaðið aftast þannig að ég viti að því og viti hversu margir eru að koma og annað eins. Þannig að, og já, ef þið vilja hjálpa við að sitja upp og ganga frá annað eins, þá endilega skráið ykkur á blaðið. Guð bless ykkur, hafa það gott í dag, hafa það góða viku. That's the important part. I've never played a song with traditional grip until today.